Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við erum í oddvita sætinu og hjá okkur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins í Reykjanesbæ. Velkomin. Takk fyrir. Það búið að vera fjör á þessu kjörtímabili, getum við ekki sagt það? Jú, það búið að vera rosalega mikið fjör. En þegar við lítum tilbaka á svona núna tæp 4 ár, hvað er svona, hvað hefur ykkur gengið best í sem meiri hluta? Sem meiri hluta? Já. Ég held að okkur hafi gengið best í að fylgja þeim markmiðum sem við settum okkur í upphafi. Að við gerðum hér sterkan málefnasamning meiri hluta og þó að það hafi fólk týnst úr meiri hlutan svona í önnur verk svona á þessu tímabili, að þá hefur okkur gengið afskaplega vel að framkvæma það sem við sögðust alltaf að gera. Viltu nefna mér kannski eitthvað, 1-2 atriði sem að svona þér finnst svona standa hæst í málefnum, verkefnum? Já, það er ekkert mál, það er að næga að taka. Það er kannski þegar við horfum á eins og til dæmis út frá stefnu sveitarfélagsins sem börnin mikilvægust, þá er það þessi stuðningu sem okkur tókst að setja inn fyrir börn, sérstaklega. Og við byrjum nú mjög fljótlega á því að bæði hækka hvatastyrkir sem heita núna frístundastyrkir og líka að teygja þann styrk yfir annan aldur heldur en áður hafi verið. Þannig að við byrjum á að fara niður í 4 ára börn og tókum svo líka eldra fólk inn í það og það hefur reynst afskaplega vel. Svo eru þau þetta þessi uppbyggingaverkefni okkar sem að við höfum náð að halda vel utanum og þeim vindur vel fram og það eru mörg önnur svona verkefni en á sama tíma hefur okkur tekist að halda líka bara vel hér utanum málin fjárhagslega. Það er náttúrulega bara mjög frestandi að spyrja líka. Getur nefnt 1-2 atriði þar sem að þegar þú horfir tilbaka sem að þú hefði vilja gera öðruvísi eða betur? Já, það eru kannski þau mál sem við erum að klára núna sem hafa tekið svolítið langan tíma og það er það sem að læri líka af þessu á þessu tímabili þar sem þetta er fyrsta kjörtímabili mitt sem bæjarfulltrúi. Að það er svona hvernig eins og til dæmis bara í skipulagsmálum hvað þau geta tekið langan tíma. Þannig að ég held að séu mikil tækifæri þar til þess að svona skerpa verklagið okkar, stytta boðleiðir og tryggja það að allt gangi mun snuðuru lausara fyrir sig heldur en að maður svona upplifi stundum að það geri. Fjármálun hafa verið svona, voru mjög ofarlega og hafa verið mjög svona ofarlega í umræðinu alveg allt frá því að nýr meirhluti tók við 2014 og þið í Framsókn hafi verið hluti af meirihlutanum síðan þá. Síðan 2018. Síðan, ég ætla að segja, kjörtímabilið og eftir komið þið inn í meirihlutan. Og svona, þetta var hans mikil tungi sem að fór í það og líka áfram 2018 og þetta er svona, fjármálun hafa oft verið að koma upp í umræðuna. Ertu ánægð með stöðuna svona og hvernig ykkur hefur gengið í fjármálunum? Já, ég horfi stundum á þetta sem 3 ólík tímabil. Af því að tímabili fyrir 2014 og við sem íbúar munum líka bara vel eftir því hver staðan var þá. Við vorum alls ekki í góðum málum og það var svona tímabil ákveðnar óreiðu og mistaka. Síðan förum við inn í næsta tímabil sem er þá tímabil tiltektar og ákveðnar uppbyggingar. Og nú horfi ég á það að við séum að komast inn í tímabil framtíðarinnar þar sem við förum í allt annars konar verkefni heldur en við höfum verið í. En ef við horfum á stöðuna frá 2014, eins og þú nefnir hér réttilega, þá er bæjarsjóður búin að, hann hefur verið rekinn með 11 milljarða hagnaði á þessum tíma og samstæðan yfir 18 milljarða og skulda við með sveitafélagsins hefur farið úr 232% niður í 105 og þetta eru þetta er gríðarlegur árangur og við erum sveitarfélag sem er ákveðin fyrirmynd þegar horft eftir þess að sveitarfélagi þessari stöðu sem hefur þurft að vinna sig út úr svona svakalega fjárhagslegum
erfileikum að við erum kölluð til víða til þess að segja frá því hvernig við fórum að þessu. Þannig ég er mjög stolt af þeirri vinnu sem hefur verið undanfarið, en nú er komin tími til þess að aðeins að skipta gír. Þið voruð í eldlínunni hjá kollegum okkar á Sín daginn og það kom meðal annars upp umræða frá öðrum að hvort það væri ekki hægt að hagræða í stjórnsýslunni. Hverju svarar því? Já, sko, ég held að sé mjög mikilvægt að við séum að vinna með gögn þar sem við getum borið saman epli og epli. Og þau gögn sem var verið að vísa í þarna eru bara opin gögn á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga. En inn í þeim gögnum sem við skiluðum inn ákveðin fjárhæð sem á ekki heima í sameiginlegum rekstrarkostnaði. Og að hann á heima undir fyrningum. Það eru ákveðna svona afskriftir á dráttarvöxtum sem að dráttarvaxta tekjum og útsvar og það á eftir að leiðrétta. Þegar við horfum á þessi gögn og skoðum einungis laun og launatengt gjöld, þá erum við mun lægri heldur en önnur sveitafélag. Þannig að við munum hafa samband við sambandið og tryggja það að þau uppfæri gögnin út frá réttum tölulegum upplýsingum. Þannig að þessi staðhæfing á bara ekki við rök að styðjast. Því að við höfum séð það líka að hér rekum við sveitafélag með stöðugildum sem eru töluvert undir því sem gengur og gerist. Þannig að þetta kom okkur spánst fyrir sjónir og þegar við fórum að kafa ofan í þetta þá kom þessi villa í ljós. Þannig að það er náttúrulega búið að vera fordæmalaus íbúa fjölgun núna síðastliðin áratug. Þannig að starfsmönnum hefur náttúrulega fjölgað hjá sveitafélaginu í takti við frekari verkefni getum við sagt sem að ekkert annað en það þegar íbúum fjölgar og þetta náttúrulega hlýtur að hafa tekið á. Það þarf að styrkja innviði sem að hefur ekki verið kannski auðvelt á meðan það alltaf verið að reyna að hagræða í rekstri. Aldeilis og við sjáum það að hér hleypur starfsfólk hraðar heldur en það gerir í öðrum sveitafélögum. Og það eru þetta ekki gott til langs tíma, en við erum líka bara með ótrúlega öflugt starfsfólk út allt í okkar starfsemi sem á líka heiður skilið fyrir til dæmis bara þennan fjárhagslega viðsnúning. Af því að þetta er ekki bara bæjarstjórn sem að gerir það ein og sjálf, þetta er samfélagslegt verkefni. Það er alltaf búið að reyna á náttúrulega kannski skrifstofa haldið ykkar getur við sagt að bæði á þessum kjörtímabili búið að vera var náttúrulega hluti að COVID var að enda og svo hafið þið verið náttúrulega í flutningum með húsnæði með ráðhúsi. Já. Hvernig ganga þau mál? Þau ganga bara vel og það er verið að laga ráðhúsið og það var nú húsnæði sem var komið til ára sinna og við höfum bara verið stolt að geta gert úrbætur í starfsaðstöðu starfsfólks okkar, allstar á öllum vígstöðum. Og þetta var partur af því að húsið, það þurfti að skipta vatnslagnir, loftræstingu og eldvarnakerfi og ýmislegt fleira sem var bara komið vel á tíma og við nýttum tækifæri núna þegar við keyptum húsnæði Keilis og færðum starfsemina þangað upp eftir og það hefur líka bara verið ótrúlega svona áhugaverð reynsla og meðan við erum í hinum framkvæmdunum samhliða. Nú hefur þú verið á skrifstofunni bæði áður sem starfsmaður og líka sem starfandi bæjarstjóri. Hefði verið að fara einhverju aðra leið, þú veist, eru starfsmenn að vinna eitthvað heima í framhald af COVID og hefði verið hægt að fara ódýrari leið heldur en að endurbyggja ráðhús og líka jafnvel að bara hefði verið hægt að vera bara með ráðhúsi áfram þar sem það er núna í gamalli skólabyggingu varnarliðsins og Keilis síðar. Ég held að við séum bara að reyna að gera þetta með sem skynsömustum hætti og við erum ekki í gullslegnu umhverfi og erum bara að framkvæma með mjög skynsömum hætti. Já. Hvað með þessa íbúa fjölgun? Getur sveitafélagið bara tekið við þessari miklu fjölgun ár eftir ár? Er hægt að segja stopp? Já, við höfum alveg spurt að þessu líka. Hvenær er sveitarfélag uppselt? Er það einhver tíman? Ég held að þessi skipti mestu máli sé að tryggja það að við höfum
svigrum til þess að byggja upp innviði samhliða því að fleira fólk flytur hér inn til okkar. Og það hefur ekki verið þannig. Við erum búin að vera svona að reyna að ná í skottið á okkur með þetta, en við erum komin á þann stað núna að við verðum að tryggja að þetta sé að byggjast upp samhliða. En að ykkur í framsókn og þú búin að vera í framlínunni núna á þessu kjörtímabili, hver eru svona helstu áherslunar hjá ykkur fyrir þessar kosningar? Við erum núna að klára vel ígrunda málefnaskrá, þannig að hún fer að birtast vonbráðar, en svona kannski lykil þættirnir í henni eru númer 1, 2 og 3 að efla hagsmunagæslu sveitarfélagsins og íbúa. Og það er svona, við vitum að eins og til dæmis bara það sem kom upp í gær þegar við heyrðum að því að það væri mögulega senkun á stækkun á fjölbrautaskólanum okkar, að með því að standa saman og eins og í þessu tilfelli þar sem að við höfum beðið nægilega lengi og staðan er bara orðin grafalvarleg, þá skiptir máli að við séum með sterkan málsvara sem að tryggi það að hér sé ekki gengið á rétt okkar eða eins og í þessu tilfelli nauðsynlega uppbyggingu. Þannig að það að efla hagsmunagæslu er svona aðalatrið. Við erum líka að horfa til þess að létta áfram fjárhagslega undir með barnafjölskyldum. Það er líka mjög mikilvægt. En svo að skoða bara í tengslum við nýja bæjarstjórn að endurskoða til dæmis skipuritið okkar og fara í nauðsynlega breytingar sem að við erum svona búin að vera að vega og meta hvernig gætu best litið út, og þá erum við kannski að horfa í þá þætti sem skipta íbúa okkar mestu máli til þess að sveitarfélagi okkar bara virki, af því að það er það sem íbúar vilja. Þeir vilja bara búa í sveitarfélagi þar sem allt virkar og þau fá góða þjónustu. Alltaf virka vel skólamálin og leikskólamálin, þetta eru stór mál, málefni eldri borgara. Þetta eru fjölbreytt málefni sem að tengjast öllum aldri í sveitafélaginu. Það er búið að vera mikið álag á ykkur í raunni í skólamálunum og nýlega er búið að opna nýtt hjúkrunarheimili, annað að fara að opna. Hvernig svona horfur á þessi mál? Þannig erum við að tala um mjög breiðan aldur frá barnafólki upp í eldri borgara. Hvaða áherslur eru þið með þarna? Við erum, ég ætla að byrja að segja að það er margt, af því þú spurðir að því fyrst, það er margt sem að gengur mjög vel, en það er líka mjög margt sem við viljum gera betur og ég held að það væri mjög óeðlilegt ef að staðan væri ekki þannig. Við erum með áherslur fyrir íbúa á öllum aldri, þannig að það mun alveg koma í ljós eins og áður hefur verið, af því að það skiptir máli. Hvað með eins og skipulagsmálin, nú eru þau alltaf til umræðu, hvað lóðir og hvernig tekja á móti atvinnurekendum, hvernig er hægt að skipulaga hverfin og allt þetta. Þetta er alltaf til umræðu. Hvernig finnst þið staðan að vera í þessu núna? Þarna held ég að það séu mestu sóknarfærin að gera breytingar í umhverfis- og skipulagsmálum. Og það er margt sem að við sjáum að virkar ekki eins vel og við myndum vilja. Við höfum staðið okkur vel til dæmis í því að vera hér í samskiptum við þá sem hafa áhuga að byggja hér upp atvinnurekstur. Við eigum land, þannig að við verðum að tryggja það að það séu bara mjög skýri ferlar um það hvernig þú sækir lóð og hvernig við útlutum lóðum, að lóðirna séu tilbúnar. Þannig að það eru sannarlega sóknarfæri. Og bara það að það sé ekki fráhrindandi að flytja eða byggja upp atvinnurekstur í Reykjanesbæ. Nú er nýleg dæmi, mjög stór dæmi eins og Laxeldi á Reykjanesi, bygging World Class við Fitjar í Njarðvík. Þetta eru risa stór dæmi. Hvernig gengur ykkur svona í samskiptum við þessa aðala? Hvernig hafa þau gengið? Samskiptin hafa gengið bara ágætlega, ég veit ekki betur en svo. Og þau samskipti sem við höfum verið beint í hafa bara gengið mjög vel og við höfum fundið lausnir ef það kom upp einhverjir hnökrar og það er oft einhver svona flókin skipulags eða leyfismál sem kom upp og þá reynum við bara að leysa hlutina saman.
Þannig að við sjáum fram á að það verða mörg 100 störf til núna bara innan ekki langs tíma í þessum verkefnum eins og þú nefnir hér og sérstaklega þegar kemur að eins og grænum iðnaði, við erum líka auðvitað með nýsköpuna fyrirtæki og við erum með eins og gagnaverin okkar að nú stendur til að stækka eitt af gagnaverunum og ég held að komi 800 manns í vinnu þar núna í þeirri uppbyggingu og svo skilar það 100 störfum til framtíðar. Þannig að það eru mörg 100 störf í burðarliðinum og við verum bara að tryggja að þetta allt saman raungerist. Hlutir eins og á Reykjanesi, þetta er þessu gríðastóra dæmi Samherja. Hvernig kemur bæjarfélagið inn í svona innviðamál eins og bara vegurinn, nesvegurinn telja með góðu menn að sé nógu stór og mikill og nógu góður til þess að taka við allri þeirri umferð sem að verður bara þegar þetta stóra verkefni sem að þegar byrjað á og þegar það fara stóri flutningabílar og meiri trafík, eins þarf trafíkin að vera náttúrulega tilbúin fyrir Grindavík eins og hefur komið fram í gósmálum. Komið þið inn í þessi mál? Nú er nesvegurinn, ég veit ekki, þetta er vegagerðinni þegar ekki sem á þeirra vegum? Þetta er þeirra vegum. Þetta hvað getur þú sagt? Það ekki ykkar verkefni þá að hjálpa til að þrýsta á að það sé gert eitthvað að þetta? Þetta er eitt af því sem ég er að tala þegar ég segi hagsmunagæsla fyrir samfélagið okkar. Það verður að vera öflugum málsvari sem að berst fyrir þessum hlutum, þannig að hlutinni virki. Þarna verða stórir bílar sem munu fara með mikilvægan farm, til dæmis til útflutnings og við getum rétt ímyndað okkur hvernig það verður þegar fara þarna margir slíki trukkar á hverjum einasta degi hérna upp í flugstöð. En hvernig gengur það? Hvernig er staðan? Staðan er kannski ekki alveg eins og við myndum vilja hafa hana. Við erum náttúrulega enga veginn tilbúin til að taka við þessu eins og hann er núna. Ekki, mjór og ekki tilbúin hérna. Og ríkisstjórnin hefur einnig frestað eða senkað 2 Reykjanesbrautar og þetta er líka svona partur af ákveðnum framkvæmdum sem er ekki í forgangi. En við höfum ekki sagt okkar síðastæði því. Nei, og sama má segja í rauninni sem að ég ætti náttúrulega ekki bara að vera málefni þessa svæðis að 2 Reykjanesbrautar frá Fitjum og inn að Flugstöð. Það er náttúrulega alveg með ólíkindum hvernig hægt að senka þessum kafla. Já, og bara flækja hlutina. Þetta þarf ekki að vera svona flókið. Nei. En það eru fleiri svona ásar í atvinnumálunum, þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar, Kateg og K64, Helguvík, þessi mál tengjast, stóru hlutar að gerast í Helguvík og þetta er risastóra áætlun hjá K64. Hvernig finnst þér hún vera? Mér finnst hún bara að vera mjög metnaðarfull og við erum með fulltrúa þarna inni í þeirri vinnu og treystum þar vel á okkar fólk, bæði hafnastjóra og á umhverfis- og skipulagssviðinu og ég held að ef þetta raungerist að þá verði þetta mörg mjög spennandi verkefni. Það er auðvitað að það hafa ekki verið teknar neinar ákvarðanir varðandi hátæknibrennslu eða það sem hefur verið líka til umræði í þessum efnum. En það hlýtur að verða á borði nýra bæjarstjórnar. Já, mjög stórt mál. Mjög stórt, risastórt mál. Risastórt mál og ég einmitt fór með hópi til Finnlands til þess að skoða hátækni brennslur, sorpbrennslur í Finnlandi og það er alveg mjög áhugavert að sjá hvernig þeim hefur tekist. Já. Og það er verið að tala slíka brennslu hér sem að mun jafnframt búið til heitt vatn og rafmagn sem að þá er komin önnur leið til þess að framleiða slíkt ekki bara í Svartsengi eða hjá hitaveitunni. Já, það gæti verið tækifæri í þessu fyrir okkur. Sérðu Helguvík vaksa? Algjörlega og sérstaklega núna þegar að kísilverið er að hverfa hér að þá eru möguleikarnir endalausir. Nú er þetta svona nýtilkomið að Reykjanesi Investment kemur og þið hafið átt samstarf við fyrirtækið og það er verið að rífa kísilveri. Hvernig sjáu þið, Helguvík, þetta er búið að vera 2008 átt að byggja álver og ég var í skóplustungu fyrir það, þannig að fyrir 18 árum síðan og það átt að leysa atvinnumálin þá. Akkurat. En þið hafið sagt núna undanförnu að þið eru fráhverf stórum iðnaði, getum við sagt, í Helguvík. Hvernig getið þið séð þá Helguvík byggjast upp með hvers konar atvinnustarfsemi?
Nú hugmyndin að þetta verði hringrásar iðngarður og ég held að þau fyrirtæki sem munu leita til okkar til þess að byggja hér upp, að þau verða mátast inn í það módel til þess að koma til greina þar. Við erum mögulega með aðra lóðir annars staðar fyrir annars konar iðnað, en þetta verður bara gott samtalinn í framtíðina og við svo sem við fengum þarna erindi frá þeim sem keyptu kísilverið og lóðina og bara mjög jákvætt okkur boðið að kaupa land innan okkar sveitafélagamarka tilbaka og þá held ég að við hefðum ekki getað skorast undan af því við viljum eignast land innan okkar sveitafélagamarka. Þannig að þið sjáuð Helguvík sem að meðal annars eitt af aðgerðum sem að Katego hefur svona búið til teikningu af sem að gæta orðið ýmis konar starfsemi. Já, það ákveðnar hugmyndir. Auðvitað höfum við alltaf okkar eigi vald yfir okkar eigin landsvæði. Já. Það auðvitað það sem er kannski ástæðan fyrir því að Katego þarna að í landi Suðurnesjabæjar ríkið landeigandinn. Þannig að það er kannski það sem að gera það verkum að þetta verður svona samvinnuverkefni. Hefur þú skoðun á tilvist Katego, getur við sagt? Kannski ekki einhverja eina sterka skoðun. Ég held bara ef við getum nýtt kraft okkar í ákveðinni samvinnu, þá held ég að það sé bara jákvætt. En ef það væri ekki, að þá fyndist mér kannski líka svona ekkert síður en eins og við erum með Isavia hérna, þetta mjög sterkt sem að hefur líka sitt eigi skipulagsvald og slíkt. En hérna, á meðan samvinnan góð. Já. Það hafa nokkur mál svona á kjörtímabilin komið upp sem að hafa, getur við sagt, valdið úlfúð, eins og breyting á bókasafninu og rocksafninu í hljóma, þetta var umdelt mál. Hvernig finnst þér hafa tekist til þar? Við erum auðvitað ennþá í því verkefni, en það sem komið finnst mér hafa heppnast mjög vel. Ég skil afskaplega vel, af því að það eru líka bara miklar tilfinningar í þessu. Þetta tengist þetta okkar svæði og íbúum og svoleiðis, þannig að það er mjög eðlilegt að fólki svona hugnist ekki alla breytingar sem lagðar eru til. En við erum að vinna núna að uppfærslu á nýrri rocksýningu í samvinnu við Gagarin, þar sem við erum með eðal fagfólk í þessum geira og ég heyri ekki betur en að það gangi mjög vel og að þeim lítist virkilega vel á í Hljómahöll að fá þessa sýningu upp. En það er alltaf einhverju núningar þegar svona breytinga verða og ólíkir aðilar fara í sambúð í einu og sama húsinu. En ég hef trú á því að það slípist og að þetta verði á endanum ótrúlega góð menningarmiðstöð fyrir alla íbúa. Hefur heyrt svona af reynslunni að undanförnu? Ég hef sjálfur heyrt aðeins af því og svona frekar jákvætt að það við tekst vel til hann að bókasafni sé í skemmtilegu umhverfi og ertu þar? Já, ég hef heyrt það, en ég hef líka heyrt að þau sem að voru kannski líka eldra fólki okkar sem var mjög duglegt að nýta bókasafns aðstöðuna niður á Tjarnargötu, að þau hafa kannski ekki alveg komist upp á lag með að nýta aðstöðuna þarna, en þetta held ég að við getum allt lagað. En tónlistarskóli, hann var ekkert mjög sáttu við þetta eða þeir sem eru þar? Nei, og bara eins og ég segi... Hvernig hefur það gengið? Eru þau sátt? Ég bara hef reyndar ekki rætt við þau undanfarið, en eins og ég segi að breytingar eru alltaf flóknar. En ég vona að á endanum verði góð sátt og við náum að uppfylla þarfir þeirra sem þarna eru. Forkálfar íþróttafélagana eru sáttir með ykkur, telja að þið séu með minna framlag heldur en í sambarlegum sveitafélagum eins og Hafnarfirði og annað. Kollegiðinn, forseti bæjarstjórnar svaraði einhvern tíðan á bæjarstjórnarfundi nýlega að þið væri búin að auka framlagið. Hvernig staðan? Já, við höfum sannlega aukið framlagið og það komið núna yfir 9%, en betum á ef duga skal. Og ég held að þarna þurfum við líka bara að fara í góða vinnu með íþróttafélagunum okkar og hafa IRB, reglífa samtökin þarna með okkur líka. Af því að aðalatriðið að við séum með sterkan rekstra grundvöll félaga og deilda og ég veit að þau vilja sjálf vera sjálfbær. Þau vilja ekki þurfa að vera upp á styrki annara komin. Þannig að ef við leitum fjölbreyttara lausna, þá held ég að við komumst á góðan stað. Það fór hugmynd að vinna á stað með svona einhvers konar samvinnu Keflavíkur og Njarðvíkur íþróttafélagana með eitthvað sameiginlega byggingu og völl og annað. Er það alveg bara
komið eitthvað vegaldra veraldar, Nei. það ennþá í gangi? Það er ennþá í gangi og þar höfum við líka verið svona að reyna að miðla málum til að fá öll í samvinnu og það er auðvitað misjöfn skoðun og misjafnar skoðanir á því verkefni. Eðlilega, annað væri óeðlilegt, en við erum að á lokametrunum að taka ákvarðanir það hvernig við byrjum og hvernig við fasaskiptum þeim framkvæmdum og byrjuðum núna til dæmis á að betrumbæta aðstöðu knattspyrnudeildana eða erum að vinna í því til þess að tryggja það að það muni duga því að fimmleikarnir voru settir svona í hæsta forgangi í skýrslunni sem við fengum. Þannig að við erum svona að tryggja það að bæta aðbúnað eins mikið og hægt á meðan við erum að byggja upp. Það var aðalega skortur líka á æfingavöllum af því að það er fjöldin allur af börnum á sama tíma á æfingu á einum velli og þetta reynist oft mikil áskorun fyrir þjálfara. Þannig að við ætlum að fara á fulla ferði í þetta. Nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins sagði hér í oddvita viðtali fyrir 2 mánuðum síðan að hann vildi gera betur fyrir íþróttafélagin og fara einhverja Grindavíkurleið þar sem var allt frítt í allar íþróttir. Hvað fannst þér þau ummæli? Sko aftur, ég held að við þurfum líka að ræða við íþróttafélögin og deildirnar slíkar breytingar af því að ég held að sé erfitt að bera saman leiðina sem var farin í Grindavík með einu sterku félagi samt og hérna sem er með nokkra deildir þar undir og svo erum við hér í töluvert starra sveitarfélagi með 30 deildir undir IRB. Það er að segja Keflavík og Njarðvíkur eru auðvitað með 15 deildir og svo eru fleiri þarna undir IRB og það er kannski ekkit endilega eitt sem hentar öllum. Þannig að ég held að sé skynsamlegt að hefja vegferðina á að fara í samtal við félögin sjálf. Af því að svo er rekstrakostnaðurinn á milli deilda mjög ólíkur. Það er allt annar rekstrakostnaður hjá, ef ég tek bara eitthvað dæmi, hjá skotdeildinni eða pílufélaginu eða í fimmleikunum. Já. Þannig að við þurfum líka bara forgangsraða fjármunum þar sem að mesta þörfin en ég held sannarlega að við getum gert breytingar líka með auknum stuðningi við félögin en svo þurfum við líka að sækja samkomulag við nágrannasveitafélögin okkar sem eru líka nýta okkar deildir og mannvirki og svo það að tryggja það að sjálfbærni sé til staðar. En þú varst eiginlega að lofa því að þið þurfum að gera betur fyrir Algjörlega, já og það er alveg ljóst að við viljum gera betur og við höfum auðvitað verið í þeirri stöðu að þurfa forgangsraða fjármunum mjög í eins og til dæmis framkvæmdir. Og það fer nú aðeins að rofa til í þeim og þá er möguleiki á að skerpa eins fókusinn og stilla sýnina inn í framtíðina og það er ekki veikleikamerki að forgangsraða fjármunum. Svo sannarlega ekki, en við þurfum að vera með mjög skarpa sýn á það. Reykjanesbær hefur náttúrulega þurft að setja mjög margar krónur í endurbyggingu á skólahúsnæði, 2 gömlum skólum og byggja nýja leikskóla og allt saman. Hvenær verður Reykjanesbær búin að borga þessa 10-12 milljarða sem að þessa framkvæmdir kosta? Það er kannski líka gaman að segja frá því að frá 2014 þá höfum við framkvæmt fyrir 23 milljarða. Og þar af 17 milljarða af eigið fé. Þannig að 6 milljarða höfum við tekið að láni. Þannig að okkar eigið fé í framkvæmdum er 74%. Og ég held að við getum ekki nefnt eitt einasta sveitafélag sem hefur staðið í þeirri stöðu. Gott að heyra. Eitt stórt mál. Rúmlega þriðji hver íbúi er af erlendum uppruna. Svo hafa komið hælisleitendamál hérna. Það er eiginlega að spyrja út í þessi bæði mál. Svona, hvernig finnst ykkur, eru við eða þið að standa ykkur nú vel gagnvart útlendingur sem eru fluttið til landsins og eru að vinna hérna? Eru þeir nógu virkir í samfélaginu? Allir pólverarnir hérna sem eru mjög margir, mörg þúsund pólverar hérna, eru þið að ná vel til þeirra, hjálpa þeim að
að koma ungmenni þeirra í íþróttur eða menningu og annað ef við tökum svo hælisleitendamáli rétt á eftir. Á eftir, já, sko þarna aftur, það alveg örugglega hægt að gera miklu betur. Við höfum reynt að gera það sem við getum og höfum farið að stað með ýmis verkefni. Við fórum að stað með allir með sem var svona verkefni til þess að styðja við börn og þá sem vinna með börnum. Við settum að stað sameiginlegt verkefni með sveitarfélögum á Suðurnesjum, opnuðum vef sem á að vera góður fyrir þau sem til okkar flytja. Við höfum reynt að teygja okkur út í samfélagi með fjölbreyttum leiðum, meðal annars í gegnum sterkan fjölmenningafulltrúa sem var í þeirri stöðu á velferðarsviði. Þannig að við erum búin að gera mjög margt. En síðan það hvaða leið heppilegust. Hvernig náum við sem best til fólks sem kannski ekki virt á miðlunum okkar eða slíkt. Þannig að leiðin í gegnum þetta bæði í gegnum atvinnurekendur en líka í gegnum menntakerfið. Nú hefur þú sest í stól bæjarstjóri sem starfandi bæjarstjóri. Hefur þú fengið svona inn á borðtíðin þar sem að einhver útlendingar koma og segir við erum bara alveg utan gátta, jú við erum allir í vinnunni en við þurfum einhvern veginn að tengjast betur. Hefur þú fengið svona heimsóknir? Nei, nefnilega ekki. Þetta bara alveg sér samfélag sem að þú veist bara utan við okkar íslenska? Stundum finnst manni það og þess vegna settum við til dæmis núna að stað námskeið fyrir íbúa með annar ríkisfang til þess að líka segja bara frá þeirra réttindum til dæmis bara í sveitarstjórnarkosningunum. Af því að það bara mörg sem vita það ekki að það nóg að hafa búið á Íslandi í 3 ár og þá máttu kjósa. Það margir sem halda það að þeir þurfa að vera komni með ríkisborgarrétt. Þannig að ekki hægt að upplýsa þau betur hvað þeim stendur til búið að vita þau frístundastyrki og allt þetta, hvað þetta heitir allt saman. Já, við reynum eftir fremsta megn að koma þeim upplýsingum og þarna eins og ég segi, menntakerfið okkar hefur verið lykilaðili í því af því að þar höfum við bein samskipti við foreldra. En væri ein leiðin líka að vera í meira samstarfi við þá kannski stæðstu atvinnurekendur sem eru með útlendingi vinn? Algjörlega, það eru fjölbreytta leiðir. Já. En að hælisleitendamálunum sem á að hafa vissulega, hvað getur við sagt, umfangið hefur minnkað. Hvernig staðan í dag? Staðan bara allt önnur en hún var og þú þekkir það nú pottitt líka sjálfur að það heimin og hafa á milli stöðuna sem núna og þeirra stöðu sem var uppi fyrir örfáum árum síðan. Við vorum hér auðvitað með mjög stóran hóp af einstaklingum sem voru hér í þjónustu vinnumálastofnunar í einu hverfi í okkar sveitarfélagi og það var án þess að hafa neitt samráð að vera í samvinnu við okkur og bara verkefni ríkisins komið inn í sveitarfélagið og það reyndist okkur mikil áskorun en við fórum í gott átak í samvinnu við ríki á þeim tíma, settum upp námsúrræði og fórum í að styrkja þau til þess að efla líka þjónustuna í þessu hverfi þar sem að þessir einstaklingar bjuggu. Þannig að síðan hefur svona rammin verið orðin, hann nokkuð skýrari í kringum þetta og þá fækkaði á mjög stuttum tíma. Þannig að staðan allt önnur í dag. Varst að fá svona, mikið ef að heyrirðu þessa umræðu sem að maður svona greinir óanægjuraddir sem að voru hávarar þegar það var ástandi var, hvað var þessi, sem vest? Já, nei sko, ég kannski las það meira á samfélagsmiðlum en upplifði það ekki sjálf en alltaf sem þetta ekki að gera lítið úr upplifun annara. En við vorum ekki sátt við ástandið eins og það var. Og það skipti máli að spyrna við fótum til þess að tryggja það að hér gengi allt vel fyrir sig og ekki síður fyrir þá einstaklinga sem eru í þessari stöðu að leita út fyrir sitt heimaland. Við erum ekkert betur sett að öll séu sett á einn stað þar sem að skapast neikvæð umræða og þess vegna lögðu við í bæjarstjórn alltaf mjög mikla áherslu á það að það gerði samninga við fleiri sveitarfélög til þess að tryggja bara sanngjarna dreifingu álags
og það er að segja þjónustu álags á sveitarfélögin og líka til þess að einstaklingunum liði betur. En það gekk ekki vel. Það gekk alls ekki vel, nei. Þannig að þetta er mjög skrítið mál. Þetta var mjög skrítið mál, en sem betur fyrir staðan allt önnur. Freistandi að spyrja þessu til sameiningamálin, það sem að þú búin að vera í framlínunni. Hver er svona vogarnir voru aðeins að gefa færi á sér, vogamenn og það er þessi nokkuð oft umræða Suðurnesjabæ, hvort það sé ekki rökrétt að Suðurnesjabær og Reykjanesbær eða Suðurnesjabær sameinist hreinlega Reykjanesbæ og vogarnir detti inn í þetta líka. Hvað er svona þín skoðun á þessu? Ég sagði já við sameiningu, að fara í formlegar sameiningaviðræður, þannig að það er ekkert, ég þarf ekkert að fela mína skoðun varðandi það, því ég er bara mjög stolt af því. Ég held að við verðum á endanum eitt sveitarfélag. Ég skil samt sem áður mjög vel að sveitarfélag sem er enn að reyna að vinna úr þeirra eigin sameiningu og svo sveitarfélag sem er töluvert minna heldur en Reykjanesbær upplifi það að þeir verði litli bróðir í svona sameiningu og það er eitthvað sem ég held að við þurfum að vinna með til framtíðar til þess að tryggja það að sameiningin gangi vel fyrir sig þegar að henni kemur. Hvernig sérðu svona mál þróast? Ég man eftir sameiningu 1994 þegar Keflavík Hafnir og Njarðvík sameinast og það var svona nokkuð mikil umræða áður en þó gerðist þetta svona pínluti með skelli en er ríkið að íta á þetta að fara einhver umræða í gang, einhver könnun, einhver vinna við það hversu hagkvæmt þetta er eða ekki? Er ekki akkur fyrir ríki að sveitarfélaginu gangi vel og þetta sé auðveldar að eiga samskipti við eitt sveitarfélag sem er 30.000 íbúar, í staðin fyrir núna 4 með Grindavík, ef við kannski tökum Grindavík aðeins út úr menginu. Jú, og það var alveg í þessum viðræðum, það var kannski ekki þrýstingur á okkur af því að við erum ekki með það lítil sveitarfélag innan okkar svæðis. En það var sannarlega stuðningur og við hefðum mögulega líka geta svona fengið einhvers konar ívilnanir ef við hefðum farið eitthvað lengra en við veitum svo sem ekkert hverja þær hefðu geta orðið en ég held að sé meiri þrýstingu þegar er að ræða minni sveitafélög þar sem eru kannski 1000 íbúar eða eitthvað slikt. Ef við tökum bara Reykjanesbæ fyrir hvert sameiningunni, þetta er kannski ekkert svaka mikill hagur fyrir Reykjanesbæ að fá þessi 2 minni sveitafélög. Hver væri mesti hagurinn fyrir ykkur ef við myndum orða það þannig? Ég held bara eitt sterkt sameina sveitarfélag á Suðurnesjum sem að hefur þá meiri slagkraft gagnvart eins og til dæmis ríkinu og í hagsmun og gæslu fyrir samfélagið. En þetta kannski hefði haft minnstu áhrifin á íbúa Reykjanesbæjar. Nú hafið þið verið konur í framlínunni en oddvitar í öllum frambúðum í núverandi bæjarstjórn og þið hafið verið það líka í meirihlutanum náttúrulega eðlilega með það séu allir. Hvernig svona hefur samstarfi gengið við í meirihlutanum? Bara mjög vel, já. Við höfum verið samstiga og við vorum með Valgerði í beinni leið áður en hún fluttist til Brussel og þá kom Helga Mari inn og var bara skemmtilegur nýr ferskur vindur inn í meirihlutasamstarfi þannig að það hefur gengið bara mjög vel. Ertu með svona einhverja óska meirihluta í huganum núna eftir þessar kostingar? Nei, svo sem ekki. Ég held þetta snúist allt málefnin og síðan bara hverjum við sjáum fyrir okkur að geta unni með og traust á milli fólks, það skiptir mjög miklu máli. Hefur eitthvað tilfinningu fyrir því að það sé eitthvað 1 eða 2 málefni langstæðst hjá bæjarbúum sem þið verður spurði út í fyrir þessar kosningar? Ég er ekki viss það. Við erum búin að halda núna nokkra málefnafundi og sendum líka út vefkönnun og fengum ágæti svörun og út úr því komu bara mjög fjölbreyttir punktar. Þannig að það var ekkert eitt sérstakt mál sem að allavega brann á fólki sem við töluðum við og svona í samtölum mínum við fólk bara út víðan völl í samfélaginu að það fer svolítið eftir bara hvar fólk en aðalatrið að sveitarfélagi virki.
að þú getur sótt þjónustu, hún sé aðgengileg og að við svona fungerum vel frá degi til dags. En það eru samt þessar eins og ég nefndi áðan varðandi eins og til dæmis umferðamál og slíkt, að við viljum tryggja það að við komum betur og hraðar og öruggar á milli staða, þannig að þar koma umhverfis- og skipulagsmálin og þess vegna held ég að það gæti kannski verið pínulítil svona svona stefna að það þurfi að treysta það betur svona. Þið að standa ykkur nógu vel í samgöngumálum bara eins og með strætó? Þetta sveitafélag núna orðið svo langt á milli inn í Njarðvíkur og efstu byggða í Keflavík. Einmitt, það eitt af því sem ég held að við getum líka gert miklu betur í og við heyrum það líka að æfingar eru kannski aðeins seinna á kvöldin og svo eru börn að fara eða ungmenni á leiki til dæmis eins og núna, við erum í úrslitakeppninni í körfunni og strætó hættur að ganga á henni leikurinn búinn þannig að þú þarft að fara kannski áður en að leikurinn klárast til þess að komast heim. Þannig að ég held að sé mikil tækifæri í því að endurskoða það líka. Nú var fyrir 4 mánuðum síðan, fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar, var þinn flokkur Framsókn á miklu flugi og hlaut mjög góða kosningu eiginlega um all land. Núna allt önnur staða. Framsókn á botninu, getur við sagt, af þessum fyrir utan allra minnstu flokkana. Hefur þú áhyggjur af því að þetta geti haft áhrif á ykkar gengi núna þar sem að þið fengu mjög góða kosningu síðast, 3 menn kjörna og voru efst af meirihlutanum. Hefur áhyggjur af þessu? Nei, ég hef ekki áhyggjur af þessu. Af því að landspólitíkin bara allt annað heldur en sveitastjórnarmál. Að hér við finnum það, íbúar að kjósa sér fólk, þau ekki að hengja sig á ákveðna flokka. Þannig að ég held að ásýnd okkar og þau verkefni sem við höfum unnið að hér og það traust sem við höfum byggt hér upp, að það það sem mun skil okkur góðum niðurstöðum í kosningunum í vor. Ég verða enda á bæjarstjóra stólnum í rauninni. Þú ert búin að vera hellingi í honum, hefur komið inn fyrir Kjartamá vegna veikinda hjá honum og hvernig hefur það svona, hvernig hefur það gengið? Þetta var auðvitað sérstakur tími, mjög sérstakur tími og það var auðvitað mjög leitt að missa Kjartan út og sérstaklega vegna svona alvarlegra veikinda. Ég var á góðum stað sjálf, við vorum nýlega búin að gera breytingar í bæjarmálasamþykkt varðandi það hver það væri sem ætti út frá henni að leysa málin og ég var í leyfi frá störfum á þessum tíma, frá mínum daglegu störfum. Þannig að ég gæti farið inn í þetta verkefni, auðvitað hafði stuðning líka af Kjartani á þeirri vegferð og hann var duglegur líka að afla sér upplýsingar, vildi vita hvernig gengi og svona. En þetta ótrúlega dýrmætt reynsla, virkilega, og ég bý að henni og mér fannst mjög skemmtilegt að fá að takast á þetta verkefni sem að felast í því að vera bæjarstjóri og það var virkilega skemmtilegt líka að vera með og opna tíma fyrir íbúa, að bjóða upp á samtöl við íbúa. Það gefur manni mjög mikið og það var líka bara mikill heiður að fá að vinna með stjórnendum okkar og okkar öfluga starfsfólki. Þannig að þessi reynsla mjög dýrmætt og ég tek hana með mér núna inn í nýtt kjörtímabil. Voru bara búið að skamma því? Alls ekki nefnilega. Ég fekk bara góð ráð, við unnum saman að málum sem að íbúum fannst þurfa að gera bætur á og auðvitað heyrði maður líka bara mjög erfið mál. Það voru íbúar sem að vildu svona, já, það var persónulegt líka og það alltaf dýrmætt og já, að vera treyst fyrir slíku. En engar skammir, heldur samtöl til þess að leita lausna ef eitthvað þurft að bæta. Þannig að þú segir að þetta sé mikilvægur, kannski ekki stærsti þátturinn, en mikilvægur þáttur í starfi bæjarstjórans að vera með að geta tekið á móti bæjarbúum og það sem þeir geta hitt hann. Algjörlega, mér finnst þetta að vera svolítið tvíþætt. Það annars vegar að vera í hagsmunagæslunni út af við, að vera standa vörð okkar hagsmuni
og hins vegar að geta litið inn á við og verið til staðar þegar þörfir á. Það er þessi mannlegi þáttur, en á sama tíma líka þora að taka ákvarðanir og að leiða málin til lykta. Þurftur að taka erfiðar ákvarðanir þegar þú var starfandi bæjarstjóri? Já, heldur betur. Það þurfti ég að gera og bara allskins erfiðar ákvarðanir. En síðan líka það að standa til dæmis af því ég er í þessari stöðu þegar við missum hér heita vatnið okkar. Og það að vera til dæmis í fréttum þar sem að íbúar eru að fylgjast með af því að allir vilja vita hvað er að gerast. Að það er ákveð og maður verður líka bara að muna það að hvernig maður líka kemur fram að maður afli upplýsinga, fái upplýsinga þegar það liggja fyrir og maður komið þeim á framfæri leið og maður veit eitthvað. Þannig skapast traust, þá hafa íbúar trú á því að maður sé sannarlega að vinna í umboði þeirra og þetta er eitthvað sem að ég fann að breyttist þegar maður fer í þessa stöðu. Talandi þetta mál varðandi heitavatni þegar eldgosi rauf það í rauninni þessa leiðslu. Þetta er stórt mál. Hvernig fylgist þið með þessu? Ég veit að þið eru með meirihluta í HS Veitum, en þetta er kannski meira á borði í HS Orku, en þetta er beggja blans eða bæði koma að þessu. Hvernig er þetta mál inn á borði hjá ykkur? Já, alltaf af og til? Alltaf af og til og svo erum við þetta líka í almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur og þar er þetta mál sífellt til skoðunar. Þannig að þetta er samstarfsverkefni margra ólíkra aðila en við erum sannarlega að vakta þetta og fáum uppfærð hættumatskort og ýmislegt fleira með mjög reglulegu millibili. Ein auka spurning aftur í tíman. Varðandi nýja stoppistöð hjá hælisleitum sem er verið að skoða hér í þessu nágræni. Hver er skoðun þín á því? Þetta mál held ég núna til umfjöllunar inn í nefnd, þannig að við erum að bíða eftir að komi út úr nefndinni en mér sýnist á öllu eftir að hafa kynnt mér frumvarpi vel og lesi greinargerðina með því að þá er þetta ekki einungis brottfararstöð. Þetta er líka móttökustöð, skimunarstöð og þetta er neyðarúrræði Rauðakrossins. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt og mikil starfsemi sem þarna á að vera undir. Þannig að ég held við verðum að sjá það hvernig þetta kemur út úr nefnd en okkur hefur þótt vanta algjörlega samráð við sveitarfélagið þetta mál. Til dæmis verða staðsetninguna? Hlýtur að koma til ykkar? Já, til dæmis varandi staðsetninguna og við óskuðum hér eftir því á síðasta aðalfundi sambandssveitarfélag á Suðurnesjum að hér er þið framkvæmt félagslegt áhættumat. Ég sé ekki að það eigi að framkvæma slíkt. Þannig að við skulum sjá hvernig þetta kemur út úr nefndinni, hvort að einhverju verði breytt en þetta er áhugavert mál. Segi það nú kannski væri það ekki óeðlilegt ef að ríki myndi fara að byggja hérna á nokkuð samráðs við þá sem eru hér á svæðinu? Mér þætti það mjög óeðlilegt og ég held að þér þætti það líka. Þannig að við skulum, eins og ég segi, ég styð það heilshugar að það er mjög mikilvægt að brottfara miðstöð verði opnuð á Íslandi en hvort að ég að opna slíkt úrræði inn í einhver ákveðnu sveitarfélagi er ég ekki alveg vissum en við skulum sjá hvort að ríki taki umsagnir til skoðunar. Að lokum sérðu bæjarstjórastólinn í Hillingum? Ég ætla kannski ekki að segja ég sjá hann í Hillingum en ég er bæjarstjóraefni Framsóknar í Reykjanesbæ. Við fórum hérna í gegnum fjölmennt og sterkt prófkjör þar sem ég fekk mjög skýrt umboð til að leiða hérna inn í næsta tímabil og ég heyri það í samtölum við íbúa það er ákall sterka og pólitíska forystu og við höfum auðvitað ekki verið með slíka núna nokkurt skeið en svo heyri ég líka að
það ákveðið svona traust til þeirra reynslu sem að maður hefur aflað sér. Nú hef ég verið bæjarfulltrúi, ég hef verið varaþingmaður, sinnt starfi bæjarstjóra þarna tíma og búin að afla mér ákveðna þekkingar hér á stjórnsýslunni og svona búin að mynda mér ákveðnar hugmyndur það hverju við getum breytt til þess að bæta hér verulega úr. Og ég tilbúin í það verkefni ef ég fæ traust til þess. Og þið þá fyrsta konan sem ráðin bæjarstjóri í Reykjanesbæ? Já, og það væri nú ekki síður mikill heiður ef það yrði. Þannig að ég tilbúin í verkið ef ég fæ umboð til þess. Takk fyrir spjallið og gangiði vel. Sömuleiðis takk.